Í upphafi var ekkert til, allt tómt, aðeins til óreiða, þar til komu Gæju og Erosar. Gæja jörðin og Eros sem ást og þrá. Við þau bættist Nyx sem nóttin, Erebus sem myrkrið og dóttir þeirra Hemera sem dagurinn. Þar sem allt væri myrkri hópuðust Gæja, Eros, Nyx og Hemera á móti Erebus og kom enda á almyrkur. Þeim tókst það og var þá til eilíf hringrás af birtu og myrkri. Tartarus birti seinastur, hann dýpstu dýpi heims. Þangað voru dæmdar sálir sendar til þess að refsa þeim. Þetta voru ekki þau einu sem höfðu til. Gæja eignaðist son, Úranus, sem himinin. Þau eignuðust síðan 18 börn, 12 af þeim voru þekkt sem títanarnir. Hinir 6 voru 3 Cyclops og 3 hundrahendamennirnir. Úranus var slæmur faðir. Hann læsti börnin sín inn í Gæju. Þau náðu að flýja með því að leita hjálpa frá móður þeirra. Gæja bjó til seigð og gaf sterkasta og yngsta syni sínum Krónus. Krónus beið þar til faðir þeirra kæmi til að sofa hjá Gæju. Þegar hann kom skar hann kynfæri föður síns af og félli þau í sjóinn. Frá kynfærum hans kom Afrodíti, gyðja ástar og fegurð. Hún var fyrsta af 9 kynslóðinni. Krónus tók við sem stjórnandi heims eftir að hafa sigrað föður sinn með sigðinni. Krónus eignaðist 3 dætur og 3 syni með systur sinni Reu. Þessi börn voru Hades, Poseidon, Seifur, Hera, Demeter og Hestia. Þau voru þekkt sem guðirnir. Krónus var ekkert skárri en faðir sinn. Hann gleypti öll börnin sín þegar þau fæddust þar sem honum var tilkynnt að búið var að spá því að eitt þeirra myndi taka völdin af honum. Seifur, guð himins og þrumna, var svo einu sem slapp þar sem móðir hans bjargaði honum með því að fela hann í fjallinu Ída á Krít og gefa Krónusi stein umvafinn ungbarnafötum. Gæja ólupp Sús á eyju í felum þar til hann var orðinn nógu stór og sterkur til þess að berjast við föður sinn. Þegar hann var orðinn nógu sterkur fór Seifur tilbaka og barðist við föður sinn og leysti þannig systkini sín úr maga föður þeirra. Eftir þetta byrjaði Seifur 10 ára langt stríð á milli guðanna og títananna. Við það frelsaði hann Sæklópabræðurnar og 100 hendur reisuna frá djúpi jarðar. Við þetta tókust handverksmennirnir til handa og smíðuðu máttugan þrumufleyg fyrir Seif, þrífork fyrir Poseidon og ósýnileika hatt fyrir Hades. Eftir sigur guðanna á títununum fleygði Sús þeim í Tartarus. Þar sem Atlas, sonur títanins Lapitusar, leiddi títanana í gegnum stríðið, fékk hann þá bölvun að halda á himninum að eilífi. Aðeins Þemis, títan laga og reglu og sonur hennar Prometheus, sem var verndari mannkyns, náðu að sleppa frá refsingum þar sem þau voru í bandalagi með Seifi frá byrjun stríðsins. Það bættust 6 guðir og gyðjur við hóp Ólympíuguðanna. Þau saman settust að á Ólympusfjalli og urðu þekkt sem Ólympíufarnir 12 og réðu saman yfir heiminum. Það voru örfáir títanar sem guðirnir hlífuðu, meðal annars var það Prometheus. Hann var ekki hrifinn af íbúum jarðar þar sem fyrir honum voru þetta aðeins heilulausar verur og skepnur. Hann ákvað að hanna sín eigin verur sem voru það mannfólkið. Það gerði hann úr leir. En það að sköpun hans dvaldi bara í hellum eins og skepnur var hann ekki sáttur og ákvað að gefa þeim eld. Það gaf þeim þann valkost að fara út úr hellunum, smíða verkfæri og komast út úr myrkrinu. Við það fór mannfólkið að ráða yfir skepnunum og við það varð Seifur ekki gladur. Hann vildi að guðirnir myndi fá þakklæti frá þeim og vildi það að fyrir hverju máltíð myndi þau myrða eitt af dýrunum og borða. Hann lét Prometheus velja hvaða part af dýrinu væri boðið upp á hverju máltíð fyrir sig. Prometheus stóð frekar með mönnum heldur en guðum. Hann gaf mönnum forskot með því að drepa naut, skera það í tvennt og gefa Seif valið hvaða part þau ættu að borða. Annar parturinn var mjúkt og safaríkt kjöt falið undir maganum á nautinu og hinn parturinn var aðeins bein falið undir fitu. Seifur valdi fituna og þegar hann fjarlæði efsta lagið og sá að þetta var aðeins bein var hann brjálaður. Hann ákvað að refsa mannfólkinu með því að taka frá þeim eldin. Þar sem fólkið hafði engan eld fóru þau aftur inn í hellin. Prometheus var ekki sáttur og vildi bjarga sköpun sinni. Hann fór því á fjall Olympus þar sem hann ætlaði að stela eldi guðanna. Hann fór með kyndilinn aftur á jörðina og gaf fólkinu eldin. Seifur tók eftir þessu og var heldur betur reiður. Hann tók Prometheus og batt hann við hlið fjalls. Prometheus lá þar í kvölum þar sem Seifur hefði skipað Erni að éta úr honum lifrina, en þar sem Prometheus var ódauðlegur uxu lifrin aftur á hverju einasta kvöldi og voru síðan étin aftur þann næsta dag. Seifur var enn bálreiður. Hann refsaði mannkyninu enn meira. Hann skipaði Hefæstus guð handverksmanna að hanna manneskju sem myndi valda þeim miklum þjáningum. Hann hannaði konuna Pandora sem á íslensku stendur fyrir allar gjafir þar sem hún fékk gjöf frá öllum guðum.
Hún fékk tilfinningar og fegur frá Aphrodite, svakalega forvitni frá Seif og röddina frá Hermes. Að lokum fékk hún öskju frá þeim öllum saman þannig að það sem inni voru sérstakar gjafir en hún mætti alls ekki opna öskjuna. Seifur bað Hermes að senda hana til jarðar þar sem hún átti að kvænast títanum Epimetheus, sem var bróðir Prometheus. Epimetheus tók glaður við Pandóru fyrir guðunum þrátt fyrir það að bróðir hans var búinn að segja honum að ekki þiggja neitt frá guðunum. Þeir lifðu hamingjusöm tíma og eignuðust eina dóttur, en Pandóra var svo forvitin öskjuna að hún gat ekki hætt að hugsa þar til það leið að því að hún gat ekki beðið lengur. Pandóra opnaði öskjuna og kíkti ofan í. Leið hún opnaði öskjuna slapp græðgi, öfund, elli og sjúkdómar út úr öskjunni, allt sem Prometheus hafði hlíft mannkyninu frá. Pandóru tókst að loka öskjunni og varð við það eitt eftir, von.